Lárus, 2-2 jafntefli staðreyndina á móti Víkingum, bara áður en við kannski förum í þessi helstu atvik, bara hvernig leikurinn spilast? Mér finnst þetta bara spilast eins og ég bjóst við. Þetta er baráttu leikur og síðast þegar ég kom hingað í bikarnum þá fóru þeir langt, þeir spiluðu tiltölulega einfalda bolta og voru harðir í horn að taka og þeir voru það líka í dag og við vorum bara tilbúnir undir það núna og þetta var bara jafn leikur. Mörg atvik sem hægt að ræða hérna eftir leikinn, 2 rauð spjöld, 1 víti, hugsanlega 1 annað víti sem þið vildu fá, Ögmundur og Böddi lenda þarna saman, bara hvað fæstur það? Það er bara víti, það er bara alveg galið að Helgi skuli ekki dæma víti og það er bara óskiljanlegt og maður sá það alveg á Helga, hann vissi alveg að hann hefði gert mistök þarna en svo kemur annað atvik þegar Gísli fær rauða spjaldið, það er náttúrulega Davíð bara að spila leikinn vel, hann ögrar Gísli, hann fellur í gryfjuna, standa upp og fara aðeins í Davíð sem hendi sér niður og ég bleima Davíð ekkert fyrir það að Davíð er bara að spila leikinn en það er dómarinn sem er að stíga þarna inn í og segja mönnum bara hætta þessu kjafti og láta það bara hafa gult spjald og ef að dómarinn stoppar ekki að taka á þessu þá verður þetta alltaf svona, þá fara menn að reyna að ögra hvort öðrum og reyna að fiska leikmenn út þannig að þetta er algjörlega í höndum dómarinn að stoppa svona vitleysu. Finnst það Helgi missa tök á leiknum bara þegar leiða leikinn? Ég veit ekki hvort það misti tök á því, þetta er bara 2 risatvik. Þegar við eigum að fá vítið og þegar Gísli fyrir út á þá erum við alveg með leikinn. Þá eru þeir með einu færri sem var alveg klárt rautt spjald og þannig við vorum alveg með leikinn þá og þeir snerist og það er alltaf hundlegilegt þegar svona stóra atvikin dómarunum hafa áhrif á leikinn. Fannst þér 2-2 sanngjörn niðurstaða, fannst þér eiga skilið eitthvað meira úr svona leik? Mér fannst við að skilja með hana. Mér fannst ef það verið eðlilegt þá hefur við unnið þennan leik því þá hefði ekki verið gripið svona inn í þetta. En endapunktinn er bara þessi að þetta var góður leikur okkar hálfu. Ég var ánægður með hvernig strákarnir spiluðu, ég var ánægður með barþjónliðinu og menn voru að vinna fyrir hvort annan. Þetta var framhald af leiknum á móti Stjörnunni. Þannig að áfram gakk. Talar um framhald af leiknum á móti Stjörnunni, þetta var orðið svolítið svona svarta tíma fyrir þann leik, svo eigið þarna stórkostlega leik á móti Stjörnunni og eigið góðan leik hér, eins og segir, hefði hugsanlega getað unnið hann á öðrum degi. Bara hvað veldur núna að þeir eru búin að taka núna 2 flotta leiki móti góðum liðum og væntanlega að taka þetta með ykkur inn í framhaldi? Já, 100%. Þú veist, ég meina vika er langur tími í fótbolta og við erum löngu búin að glemma þessi 5 leiki sem við talum sko. Nú erum við bara búin að gera vel í síðustu 2 leikjum og við vitum hverju við breytum og hvað við bættum í og við ætlum bara að halda því áfram. Markus Páll, svona verið orðaður við ykkur félög á Norðurlöndunum, geturðu sagt mér eitthvað um stöðuna hans? Nei, ég sé ekki með þessu máli, það er Ingimar með þetta en Markus er að standa sig mjög vel og ég er mjög hissa ef hann yrði með okkur næsta ári. Hver er bara staðan almennt á hópni núna, bæði bara svona líkamlega en líka bara svona til hreyfinga inn og út? Staðan er bara flott, Matti kom inn á þetta, við lánaðum Matti Kára og með því tilgangi að reyna að fá mínútur, hann er heldur betur búinn að standa sig vel með Kára, markahæsti leikmaðurinn í annarri deild. Hann kemur inn í hópinn okkar aftur núna. Svo eru ungi strákar eins og Aron sem kemur inn núna, hann er 16 ára gamall, kemur inn á í bakvörðinn og leysir annan mjög unga stráka. Styrmir spilaði mjög vel, búinn að vera veikörla vikunum, hann spilaði mjög vel í þessum leik. Þannig Aron kemur líka sterkur inn. Markus Páll er á bæknum hjá okkur, ungur strákur, þannig að styrkingarnir eru bara úr okkar innviðum. Lárus, takk fyrir ganga vel.